Elva sigur á Portúgal í dag. Þetta leit út fyrir að vera allavega tiltölulega auðvelt. Ja, við bara spiluðum þetta greiðlega vel. Við vorum alveg í botni allan tíman og bara það gekk allt upp í dag og við fylgdum leikplaninu og þetta var bara frábær leikur okkar hálfu. Svona með tilliti til þessa einsleiks tap sem að þið töpuðu í Portúgal, gerði þetta ekki aðeins sætara að klára þetta svona? Jó, það gefur auðvitað leiði. Ég meina, við vildum reyna að ná eins með miklum stigamun og við gátum fyrir síðasta leikinn, þannig að við heldum við vorum bara í botni út allan leikinn, þannig að við gerum bara mjög vel og svona kvittuðum fyrir tapið í Portúgal eiginlega. Portúgalinir eru mjög pirraðir og leitu allt færi taugarnar á sig. Var það ekki svona skemmtilega að horfa upp á það líka? Jú, ég meina við náttúrulega spilum bara byrjum stíft og tókum það út úr þeirra leik og þá fóru þeir að pirra sig á hlutunum og ekkert fór að ganga það heim og allt upp í okkur, þannig að það var bara eins og lagt var upp með. Þú átt frábær innkomu í dag, 10 stig og ert mikið að setja upp fyrir aðra líka. Ánægður með þína frammistöðu? Já, ég meina ég reynir bara að koma upp og koma inn að bekknum og koma með smá hraða í leikinn og búa til auðvelt skot fyrir samherja og bara með svona öðruvísi tempó í leikinn, þannig að það fannst að virka ágætlega í dag, þannig að ég var bara þokkalega sáttur með það. Stóri sigur setur ykkur góða stuði fyrir loka leikinn en það væntanlega samt sem maður ekki hægt að taka hann inn á gefnu það? Nei, við ætlum að fara í þann leik til að vinna. Við unnum Sviss heima og langar að vinna aftur og hafa þetta bara alveg öruggt til að sýna að við eigum fyllilega skilið að fara í undankeppnina. Síðast þegar við vorum í Sviss þá leið þér vel. Ertu spenntur fyrir að fara aftur í Sviss? Já, ég meina þegar ég fæ tækifæri hvar sem það þá reyni ég bara að nýta það og ég hlakka til að reyna að hjálpa liðinu að ná í sigur í Sviss líka.